Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jóni. og við erum sögukastið. Verið velkomin aftur. Já, gleðilegan þriðjudag. Já, gleðilega þriðjudag. Ég vonaði að vera ánægð með auka þáttinn sem kom út á föstudaginn. Já, þetta var fyrsta skiptið mitt og alls ekki það senasta. Alls ekki að síðasta. Nei, það verður örugglega oft það sem við tökum eitthvað svona. Já, og ég hugsa Sekúnda. sérstaklega að byltingin franska, hún verði eitthvað. Ég held frekar með byltinguna við þurfum að skipta henni eitthvað upp. Þannig að út af því að Já, ég veit hvert ár er rosalega innihaldsmikið Ég veit og það. það er einhvern veginn allir litlu hlutinir eru mikilvægir. Já, maður gæti samt alveg reynt að ná sér niður í 3 parta. Ef við ætlum að tala um alla, sko. En, sko, ok, með endilega láta okkur vita. Eina sem ég er að pæla í er að, þú veist, allavega þá að við lýsum Bastilunni, þú veist, hvernig það allt var. Og síðan, þú veist, getum við talað um terrorinn. Og svo The Aftermath. Já. Og, En samt ekki, sko. Þú veist, það er svo mikið inn á milli, sko. Ég veit að því svo náttúrulega þurftum við líka að tala um Marie Antoinette og Louis minn. Nefnilega. Það er bara heill þáttur út fyrir sig. Já, í sikurlagi. Já. Já. En að því að það hefur líka svo mikil áhrif á hvers vegna. Þetta er flókið, ok. Franska byltingin er, já, við munum taka hana fyrir, En en bara hvernig við gerum það, já, verður að koma í ljós. En já, örugglega einhvern tímann í framtíðinni verður þið einhverjur sénjar byltinguna, sko. Það er svona eitt uppáhals hjá okkur báðum, byltingin, sko. Já. En Eða allavega. franska konurs Já. fjölskyldana. Þú ert meira franska konungsfjölskyldan, ég er meira byltingin, sko. Já, 100%. Að því að rauninni áhugum minn á byltingunni fer svolítið að dvína leið og terrorinn er búinn. Það er líka bara ekki jafn mikið Nei, að því að merkilegt hana. að því að spoiler alert þá eru á þeim tíma þá eru bæði mín dáin. Það er samt reyndar eitt sem við töluðum í seinasta þætti. Hvað? Þannig að ólympíuleikar byltingunar. Já, Þeir áttu sér stað hana. já. Þannig að byltingin hefur komið fyrir, sko. Já. Já, Ég held bara að byltingi verður bara svona púsluspill. Það verða þættir hér og þar hitt og þetta sem tengist. Já, það má samt ekki vera ofurlangt á milli Nei. og við verðum að taka í réttri röð. Já. Við finnum út úr þessu. Við finnum út úr þessu, það er ekkert stress. Nei. En ég er ekki með spurningu fyrir í dag. Ég er með fréttir. Það er sem sagt, Fréttir? já, það var að koma. Hvað, varstu bara að lesa vísi eða? Nei, vísi. Nei, það er ekkert sögulegt þar. Hvað með það? Það er nefnilega, ég sá hana frétt í BBC Stonehenge. Já, Og að hvernig það var byggt Það er ekki náttúrulega- vitað. það er ekki vitað Nei. og við veitum ekki alveg. Og að ystu steinanir í hringnum, þeir koma frá Englandi þarna, sem sagt bara nærlengandi umhverfi. Já, Síðan voru innri steinanir frá Wales. já, Ef þið sjáu þetta á korti þá er þetta mjög löng vegalengd einmitt. frá Wales yfir til Og Stonehenge. mjög stórir steinar. Það var að koma annað í ljós. Að altaristeinninn sem er í miðjunni, Já, það var verið að, sem sagt, það var ekkur velskur svona steinafræðingur sem kom hana og hafði alltaf farið hana reglulega með fylgsjöðusinni til Stonehenge. Það er hann alltaf fyrir hana velska borgara, þá er þetta frekar svona merkilegt, sko. já, 100%. Og þetta tengist þeim, sko. Þetta er líka bara merkilegt. Já, 100%. En þetta hefur alltaf verið svona pínu svona stolt fyrir Wales búa út af því að steinanir eru frá Wales. En altaristeinninn kemur í ljós, hann er frá Skotlandi. Já. Ok, samt kannski kjánuleg spurning, en hvernig er hægt að finna hvaðan steinar eru? Sko, Það er alveg smá galum pæling. 100%. En sko, besta lýsingin og svona það sem hvernig ég skildi þetta. Ég er náttúrulega engin steinafræðingur eða jarðefnafræðingur.
ekki taka þessu alveg trú, þú veist, öllu sem ég segi alveg upp á 10 sko, en hann tekur eitthvað svona ógeðslega nálæga mynd sem hann tekur með einhverjum myndaalbúna og þar tekur hann annað dæmi frá einhverjum öðrum steinum og samsetningunni þar og kemur í ljós að það sem var í altaristeininum það gat bara komið frá Skotlandi. Já, ok. Þannig að steinin kom frá Skotlandi. Ok. Það er magna dæmi, sko. Það er það. Og einmitt, hvernig anskotan gerði þetta? Líka bara, akkur ekki að finna bara stein í nágrænu. Það er alveg málið, þetta er svo, það veit enginn af hverju og þetta er svo förðulegt. Algjörlega. En já, þetta voru sögufréttirnar í dag. En eigum við að vinda okkur í málið? Það ekki. Já. Og þetta er svona mál sem ég búin að skrifa núna helling um þetta og lesa helling og ég veit alveg slatta að mér finnst ég samt eiginlega bara að vera á yfirborðinu. Ég skili. Að þetta er, já, en engar ágjur, ég er samt búin að rannsaka þetta mjög vel. En bara að því að þessi karakter sem við erum bara fjallum var bara það flókin. Já. Svo sannarlega. En já, í dag ætla ég að segja ykkur frá manni sem svona við flest ættum að þekkja en það er hann Grigori Rasputin. Rasputin, Russia's greatest love machine. Betur þekktur sem bara Rasputin og hann var svo sannarlega áhugaverður karakter. Já. Hann er þekktastur fyrir að vera hægri hönd keisara Indíunar eða Tsarina í Rússlandi, henni Alexandru Theodorovna. Hún mun fara betur í hana og hennar sögu því ég tek Róman og fjölskylduna fyrir að því að hún á áhugaverð tengingu til Bretlands og Viktoríu. Akkurat. Allavega. Sumir kannast mögulega við Rasputin nafni úr teiknumyndinni Anastasíu þar sem hann er vondikallinn. Hann er hræðilegur í henni maður líður alltaf illa bara þegar hann kemur. Já, það var alltaf hann og hennar Hades sem ég var hrædd við því og lítil. Já, skil það vel. En svo eru einhverjir sem þekki bara Rasputin-lagið með Boney M sem að Jonni söng hérna í byrjun. Og sem var frægur TikTok-dans fyrir stuttu. Einmitt. En já, hann er náttúrulega innblásturinn fyrir það lag og svona hans líf. Boney M er svo skrítin hljómsveit þegar þau gera oft lög sem eru rosalega fyndin. Já. Og þetta er líka svona þannig lag, þú veist, semur eru bara eitthvað með viðlæginu og svo heyruru allan textan, þá er þetta bara, ha? Já. Hvað er í gangi? En já, hendum okkur í þetta. Hann Grigori Jefimović Rasputin, upprunalega eftirnafni er samt Novik N-O-V-Y-K-H. Novik, myndi ég held að. Fættist hann 22. janúar árið 1869 í þorpinu Pokrovsoy, P-O-K-R-O-V-S-O-Y-E. Prokosrovie? Nei, Pokrovsoy. Pokrovsoy, ég held að þetta sé þannig. Okay. Rússlandi. En þetta er svolítið svona fyrir utan. Þetta er eiginlega nær... Ég veit ekki, frekar nálægt Síberíu. Jú. Lítið er vitað æsku hans og uppeldis ár, en vitað er að hann gekk í skóla, en þrátt fyrir það þá var hann samt ólæs. Ha? Já. Var hann ólæs? Það veist ég ekki. Frá unga aldri var hann þekktur fyrir lauslæti og því fór fólk að kalla hann Rasputin, sem þýðir sá lausláti á rússnesku. Það? Já, þannig að hann hét bara Grigori Jefimović Novik. Já, en fekk viðurnefni Rasputin fyrir lauslæti. Og ég held að það er viðeigandi. Já, ég ætla að segja næsta setning held við getum öll verið sammála að það sé viðeigandi. Það er fyndið. Þegar hann var 18 ára þá gekkst hann í klaustur sem staðsett var í Verkhótjur. Hvernig gengum mér að finna mál með auðveldnöfn? Sko, já, þetta er rússnenskt og þetta er rosalega erfitt að bera þetta fram. Sko. Ég er að gera mitt besta. Þú veist það er rosalega vel.
En þar kynnist hann Klisti, stundum skrifa Klists, sem var rússneskur svona underground trúarhópur. Ok, þessi texti á ensku, ég ætla að lesa hann á ensku, en við samt svona fyrir maður yfir hann, af því að, já. Rasputin perverted Klistli's belief into the doctrine that one was nearest God when feeling holy passionlessness, and that was the best way to reach such a state was through the sexual exhaustion that came after prolonged debauchery. Já. Þannig að basically hann fór að breyta þeirri trú sem að þessi Klisti hópur sem sagt að var með pervertaði þær. Og sagði að þú værir næst, að tengingin þín væri sem mest guði. Í gegnum heilaga ástúðsleysi í rauninni. Já, og þú þyrftir til þess að ná því stigi að þá þyrftir að vera kynferðislega úrvinda og þú náðir því eftir mikla eða langan tíma að villimennsku. Já, eða svona þetta eiginlega meikar ekki sens. Ég skil hvert þau eru að fara, en þessi setning er rosalega erfið til að þýða. Já, ég reyndi mér besta, þess að ákvæði bara haldur sinna á ensku, af því að þetta eru þær breytingar sem hann gerir á þessum trúarhóp, þannig ég vildi haldur sinni. En já, þannig að ef að það eru örugglega eitthvað að ránkóla alveg í sögunum núna yfir okkur. 100%. En þannig að ef að þið eru með eitthvað góða lýsing á þessu, þá megið þið alveg senda okkur. Endilega. Og hann var ekki munkur, líkt og margir halda fram. Ha? Nei, en hann er nefnilega oft kallaður the mad monk. Já, einmitt. En máli er að hann var á svona trúarlegri vekkferð. Einmitt. Sem ég mun síðan fara nánar út í. Og hann gekkst í klaustur. Já, en hann varð aldrei munkur. Þú veist, hann varð aldrei reformed. Já, það... Nei, er það ekki kallað reformed? Ég minni það. Ertu ekki að tala svona born again? Nei, ordained. Já, hann var ekki búinn að taka hann að munkaæðin. Nei. Já, ég skil. Þú veist, en hann var ekki munkur. Ok, áhugavert. Já, en eftir 1 ár með trúarhófnum Klisti snýri hann aftur heim til Pokrovskoje og giftist þar Prokofskoja Fjodorovna Dubrovina. Ok. Og saman eignast þau 7 börn, en aðeins 3 þeirra lifðu af og náðu fullorðinsaldri. Ok. Það voru þau María, Dimitri og Varvara. Þannig 2 stelpur og 1 strákur. Ok. Mér finnst í rauninu bara magnað að það hafa bara verið 7 börn, ekki fleiri, með við hvernig það var. En hann fann þó að hjónaband var ekki fyrir sig og ákvað að fara burt frá heimabænum sínum og skildi eiginkonuna og börnin eftir. Þau skildu þó aldrei. Ha? Ekki? Nei, hann bara skildi hann eftir. En hann fór þó reglulega til að byrja með í heimsókn til fjölskyldu sinnar og seinna meir komu dætur hans til Pétursborgar og bjuggu hjá honum. Já, ok. Einni á hann að hafa stutt við eiginkonu sína fjárhagslega, þótt hann var ekki frábær eiginmaður. Ég sé það ekki. Árið 1892, þegar hann yfirgefur fjölskyldu sína, fer hann í klaustur og er þar í nokkra mánuði, sem var svona upphafið af trúarlega leiðangri hans. Án þess að hafa neitt sérstakt plan fór hann að ferðast og fór meðal annars til Mount Athos í Grikklandi og svo til Jerúsalem. Og einmitt Mount Athos það er mjög frægt klaustur, það sem bara kallmenn með að vera á. Já. Það getur mér svo vel að, já, hann hefur verið þar örugglega. Já, það er sagt, það er mitt þegar Elisabeth fór í heimsókn til Grikklands, þá fóruð hana
hún mátti ekki koma inn en prins Philip mátti koma já. Ég vissi það ekki. Á ferð sinni fór hann sjálfur að titla sig sem Starret, sem þýðir a spiritual director or religious teacher in the Eastern Orthodox Church. Já, þannig að ég raunin bara eins og gúrú. Eða basically fór hann að halda því fram að hann geti lækna veikt fólk og spáð fyrir framtíðina. Já, basically gúrú. Okkur svona leiðtogi. Já. En já, hann var einmitt eins og ég sagði ekki með neitt sérstakt plan og var náttúrulega yngri vinnu þannig að hann var líka bara að lifa oft á götunni og bara svona flakka Árið 1903 er hann svo kominn til Sankti Pétursborgar. Það búin að vera 11 ár á flakki, vá. Já. Þar fór hann að vinna með Theopan sem var inspektor fyrir The Religious Academy of St. Petersburg. Já. Og Hermogen sem var biskupinn af Saratov. Hann virðist hafa komið til Pétursborgar á fullkomnum tíma því akkurat þarna var kirkjan eða The Court Cycles svolítið að kynna sér dulspeki og hinar ýmsu mysteríur eða mysticism. Það var því tekið mjög vel á móti honum og kenningum hans. Ok. Þannig að hann var bara réttum maður réttum tíma. Já. Áhugavert. Sem verður svo til þess að í október árið 1906 er hann kynntur fyrir keisarafjölskyldunni. Ok. Bara í samt svona venjulegum svona fara og hitta bara átt fund. Já. Sem er ekkert óeðlilegt. Nei, ekki. Hann er náttúrulega frekar vel liðinn af kirkjunni, þannig að meikar alveg sens. Já, og þetta er bara svona meet and greet. Já. Eiginlega. Rasputin mætti með mynd eða styttu. Það er alltaf talað íkon. Já, svona trúarleg stytta. Já. Af Saint Simeon of Workhouture sem var dýrlingur í úraltrúnni eftir að hann sem aðalsmaður fór frá öllu og lifði einföldu lífi. Ég held ég hef heyrt um hann. Já. En það allavega virðist hafa heilla Nikulás, keisara Rússlands, sem síðar skrifaði hittingin í bréfi til eins ráðherra síns. Í bréfinu nefnir hann einnig að í staðinn fyrir þann klassíska 5 mínútna hitting við keisaran, eða keisarahjónin, höfðu þau talað saman í meira en klukkutíma. Vá. En það leið ekki eins og klukkutími. Nei, það var bara svo gaman. Já. Einhverjar heimildir nefna að hann hafi náð að heilla þau svona því Rasputin sagði keisarhjónunum allt sem þau vildu heyra. Hann átti hafa hvatt Nikulás til þess að hafa meira sjálfsöryggi í hlutverki sínu sem tsar, eða keisari, og á hann einnig hafa létt á kvíða Alexandru, keisari innjínar. Nei, ok. Áhverst. Ég mynd maður þegar við horfum á þættina Já, The Last Tsars. Já. Við samt kláruðum það ekki. Nei, við kláruðum það ekki, en ég man svo vel eftir hvað taluðu hvað hann væri með lélegt sjálfsálit. Já, sko, ég hef svolítið soft spot fyrir Nikolási mínum. Að ég er svona oft má nefnilega alveg bera hann og Louis 18. saman. Nefnilega. Árið 1908 er hann svo kallaður til hallarinnar því Alexei, sonur keisarahjónuna, sem þjáðist af dreirarsýki var meiddur. Fyrir þau sem ekki vita hvað dreirarsýki er, að þá er það arfgengur sjúkdómur sem veldur því að blóð storkni ekki. Og þetta var vist mjög algengur sjúkdómur innan svona konungsfjölskylda. Já. Átti vist að hafa farið út frá Viktoríu. Já. Þannig að Bretlandsdrottningu. Já. En þetta er mjög alvarlegur sjúkdómur sem getur enda mjög illa. Allavega hana. Og þau náttúrulega hefur verið í sambandi við Rasputin og vitað af kenningum hans og hann hefur verið svona heilari. Það var svona töfralæknir í rauninni. Já. Því er hann kallaður og þegar hann mætir á svæðið er hann beðinn að hjálpa drengnum. Samkvæmt heimildum þá nær hann að stöðva blæðinguna og foreldrarnir eru mjög þakkláttir.
Grand Duchess Olga, sem var systir Nikulásar, sagði frá því seinna að Rasputin hafi mætt, farið niður á eitt hné við enda rúmsins hans Alexei og farið að biðja. Við það hafi myndast mjög rólegt og afslappa andrúmsloft og það hafi verið þessi ró sem hafi stuðlað að bata drengsins. Og það er einmitt sérstaklega nefnt að því að hún, Alexandra, var svo kvíðin og stressuð og heilsuna. það hefur svona pínu smitast út Já. kannski í Alexei Og alla í kring. En að hann hafi þarna náð svona stjórn á aðstæðum. Já. Annað sem verður að nefna er að hann Rasputin á að hafa beðið að læknar myndi ekki verið að ángra Alexei. Hann bannaði læknum einnig að gefa honum ýmis lyf. What? Meðal annan aspirin, sem gæti verið ástæða þess að drengnum fór batnandi. En aspirin er blóðþinnandi. Það? Sem náttúrulega ítur undir áhrif sjúkdómsins. Akkurat. Og ég sá, þetta er bara svo svipað eins og íbúfen. Já, akkurat. Þetta ætti að ekki hafa neina áhrif á venjulegt fólk. Nei, einmitt. Þetta er svona bólgueyðandi. Já, en þetta hafði mikil áhrif á einmitt, Alexei og dreira sig ekki. Einmitt. Þegar hann er að fara, Rasputin, þá á hann að hafa sagt við keisarahjónin eða í raun varaði þau við að framtíð barnsins og keisaraveldisins sé nú í hans höndum. Hjá Rasputin? Já. Að því að hann geti læknað Alexei. Hann einn. Já. Og Alexei er náttúrulega erfingi Nikulásar á þessum tíma. Því að hann var eini sonur hjónanna en hann var yngstur. Já. Og talið er að þarna hafi það hald sem Rasputin hafði á keisarafjölskylduna byrjað. Skil. Það var á vissan hátt líkt og Rasputin væri 2 manneskjur. Því fyrir framan keisarafjölskylduna hélt hann út þeirri ímynd að hann væri þessi auðmjúki, heilagi peasant. Já. Og hann kallaði sig a holy man. Já, einmitt. Ef þau, þá keisarafjölskyldan, voru hins vegar ekki nálægt, þá var raunin allt önnur. Hann hélt því fram við fólk, þó aðalega konur, að það að snerta sig myndi hafa reynsandi og læknandi áhrif. Örugglega andstaðan, en já. Hann átti margar hjákonur og reyndi að tæla svona nær hverja konu sem hann sá, ef svo má segja. Í einhver tíma frétti keisarafjölskyldan ekki af hegðun hans utan hallarinnar og þegar þau svo loks fréttu af þessu, þá trúðu þau einfallega ekki því sem verið var að segja Rasputin þeirra. Það var meira að segja þannig að einhverjir þeirra sem lýstu áhyggjum sínum voru annarkvort ferðir til í starfi af Nikulási og þá ekki á góðan hátt, þeir voru ekki á leiðinu upp. Nei. Eða einfallega rektir úr stöðum sínum innan hirðarinnar. Því þau voru bara í algjöri afneitun. Já, einmitt. Þetta var maður sem gat bjarga sinni þeirra. Já, það var því ekki fyrir árið 1911 sem hegðun Rasputin út í samfélaginu fór yfir strikið. Alveg þannig að forsætisráðherrann P.A. Stolpin sendi Nikulási hálfgerðan greinagerð hegðun Rasputin. Já. Há komið nóg. Ég skil. Sem var til þess að Rasputin var rekinn. Úr hirðinni? Já, og sem ráðgjafi og læknir. Já. Ok. Því miður þá varði það ekki lengi. Nei. Því hún Alexandra, kona Nikulásar, náði að fá hann tilbaka eftir aðeins nokkra mánuði. Og það sem margir kannski vita ekki að þrátt fyrir að Nikulás var kannski ekki besti leiðtoginn á þessum tíma, en þá var hann rosa góður fjölskyldumaður. Og hann hugsaði mjög vel fjölskyldunum sína. Já. Eða allan eftir sinni bestu getu og dýrkaði konuna sína. Já. Það er því hluti af ástæðunni að hann rak Rasputin ekki aftur. Hann vildi ekki valda konun sinni frekar í vanlíðan. Einmitt. Með að láta hann fara.
og hann var einnig að hugsa heilsu sona síns. Já. En hann leyfði honum þá að vera og ákvað að hundsa það sem á undan hefði gengið. Það hann ákvað að fara ekki með máli lengra. Nei. Og láta dæman eins og hann hefði rétt á. Já, einmitt. Hann Rasputin náði hápunkti valda sinna innan hirðarinnar árið 1915. Þá fyrir heimstyrjöldin í gangi og Rússland að berjast með bandamönnum gegn Þjóðverjum. Í september það ár ákvað Nikulás, þrátt fyrir að hafa litla sem enga hernaðarlega reynslu, að taka sjálfur yfir stjórninni á rússneska hernum. Það þýddi að hann þurfti að vera með í fremstu víglínu og lét hann því öll völd í hendur Alexandru og á þeim tíma sá hún því innanríkismál Rússlands í hans fjarveru. Já, ok. En á þessum tíma var Rasputin hennar ráðgjafi í einu og öllu. Já, þannig að hann í rauninni hafði mestu völdin út því að hann var með heljatak í rauninni á henni. Já, hann hafði svo mikil áhrif á hana. Einmitt. Áhrif Rasputin voru allt frá því að ákveða hverjir voru kjörnir embættismenn kirkjunnar yfir í val á þeim ráðherrum sem skipa ríkisstjórnina. Já. Einnig skipti hann sér stundum að hernaðismálum. Ha? Já. Ok. En þær breytingar sem hann gerði hjálpaði ekki beint stöðu Rússlands. Nei, ekki ímyndað með það. Opinberlega var Rasputin ekki hlynntur neinum pólitískum flokki, en hann var mjög mikið á móti þeim sem mótmælti eða var gegn honum sjálfum og eða alræði keisarans, eða autokrasi. Já. Það var nefnilega, ég var svolítið stund, kannski lætur þetta hljóma eins og algjörum bjána, en alræði og einræði, þetta er nefnilega svolítið líkt. Þetta er líkt en ekki alveg það sama. Nei. Nei. Miklir orðrómar voru á ferð landið og voru fjölmiðlar stór partur af því að dreifa þeim. En til dæmis var verið að segja að Rasputin byggi með keisarafjölskyldunni í höll þeirra. Það var þó ekki satt. En grunnurinn af þeim orðrómi er að hann var að fá póst sendan til hallarinnar. Bréf og svona. Ok, það er samt. Þá getur fengið póstiðin í vinnuna hérna, skilur. Ég veit, en það var líka bara allir að reyna kynnt undir alla orðróma. Já, það var náttúrulega mjög mikið vanlegan meðal rússnesku þjóðarinnar á þessum tíma. Já, sérstaklega mikil óánægja með að Rússland væri í stríðinu. Einnig var sagt að Rasputin og Alexandra voru að eiga í ástarsambandi og að allir vissu það, án þess þó að hafa neina haldbæra sönnun. Einmitt. Einnig á hann að hafa samið við Þjóðverja í fyrri heimstyrjöldinni og þar alveg leiðandi framið landráð. Einnig á Rasputin að hafa haft eitthvað að gera með kóleru faraldurinn sem var í Pétursborg og hann hafi byrjað með eitruðum eplum sem hann fekk frá Kanada. Ok, ekki hvernig það virkar en okay. Og allt þetta átti að vera til þess að halla undan Rússlandi í stríðinu. Já, ég skil. Það voru bara svona samsælskenningar út allt. Mjög miklar. Skil. Því það voru svo sannarlega ekki allir sem elskuðu Rasputin. Nei. Margir vildu hann burt, þá aðalega frá völdum og keisarafjölskyldunni. Nokkrar mordtilraunir voru gerðar á valdatíma hans sem allar mistókust fyrir utan þá síðustu. Árið er núna 1916 og margir komni með nóg af Rasputin. Á meðal þeirra voru þeir prins Felix Yusupov, en hann var giftur litlu frænku Nikulásar, hann Vladimir Mitrofanovich Puriskevich, en hann var meðlumur The Duma, Já. sem formlega lýsingin Russian Assembly with Advisory or Legislative Function, so basically thing. Já, þetta er bara eins og alþingi. Þetta er bara, já. Sem var stofnað 1906 og var starfarækt til 1917. Og frændi Nikulásar, hertoginn Dmitri Pavlovich. Já. Sorry, þetta var kannski fullflókin efnisgrein. En þeir þrír áttu það sameiginlegt að vera allir frekar öfgafullir íhaldsmenn. Ásamt því að vera sammála að það þyrfti einhver að stöðva Rasputin eða eliminate, svo ég sá í nokkurum heimildum. Ég skil. Var að taka hann út. Og með því bjarga konungsveldinu frá frekari hneyksli. Já.
Kvöldi 29. desember árið 1916 fekk Rasputin boð í heimsókn til prins Felix Yusupov til þess að hitta eiginkonuna hans Irina. Já. Og hann Rasputin neitar ekki boðum að hitta fagra konu. Nei, hann var frekar einfaldur að þegar kom að þessu. Já, en hún var ekki einu sinni heima. Ég skil. Rasputin mætti heim til hans í Moika-höllinni í Pétursborg, fékk sér vín og kökur sem hann vissi ekki á þeim tíma að var eitrað með kaliumcyaníð. Bara cyanide? Já, kalsíumcyanide. Það er mjög eitrað. Þegar það þó leit út fyrir að Rasputin væri ekki að drepast af eitruðu veitingunum, ákvað Yusupov að skjóta hann nokkur sinnum. Hann féll þá í jörðina en náði að standa upp aftur og hlaupa út úr húsinu. Ok, sniðut. En þar beið Puriskevich og skaut hann enn og aftur. Já. Yusupov skrifaði seinna atburðinn og ég verð að hafa þetta á ensku. Að þetta er of gott. Okay. Og mér fannst bara ekki rétt að því þetta, mér fannst ég ekki ná að lýsa þessu nógu vel. This devil who was dying of poison, who had a bullet in his heart, must have been raised from the dead by the powers of evil. There was something appalling and monstrous in his diabolical refusal to die. Jesus. Eftir að Puriskevich skýtur hann, að þá er hann allan að stopp. Okay. Þannig að þeir þríegið nær honum, bindur hann á höndum og fótum áður en þeir lappa út á brú yfir nefa ánni og kasta hann ofan í hólu sem þeir voru búin að gera í ísilögðu ánni. Já. Þar sem hann deyr að lokum aðfaranótt 30. desember þá 47 ára. Það er ekkert annað. Þar sem vatn fannst í lungunum á honum var fyrst haldið fram að hann hafi á endanum drukknað. Hins vegar segir krufning að dánarorsök hafi verið skotsór af stuttu færi. Og það er ekki þá að vita hver. Já, þeir voru allir í stuttu færi. Í rauninni. Já, ok. Morðið á Rasputin er, þrátt fyrir að það sé skrítið að segja, freka magnað. Því hann sjálfur var svo umdeildur að þá að sjálfsögðu er morðið á honum það líka. Já, þetta. Yusupov skrifar sjálfur sína frásagn af kvöldinu örlagaríka í ævisögu sinni og var hann einnig duglegur að segja öllum sem vildu heyra frá því sem gerðist. Já, þetta. Ég vildi ekki heyra söguna þegar þú drafst djöfulinn. Einmitt. Sögum þess hver vinsælt morðið var, fór frásögnin alltaf að breytast. Því þetta var á, allra vörum. Já, alltaf, það hlyti að fara eins og sinnur í eldu út alltaf Pétursborg, sko. Hvað var sannleikur og hvað var mýta fór að blandast saman og úr var þessi goðsögn mannin sem neitaði að drepast. Já. Talið er að Yusupov sjálfur hafi breytt og ýkt frásögnina og lagt áherslu á baróttu milli góðs og íls og bæði til þess að selja bókina sína og bæta orðspor sitt. Já. Að því að, málið er ástæðan af hverju konan hans var ekki heima, er að hún var sem hjúkka í fyrir heimsstyrjöldinni. Já, ok. Og hún var svo reið út í mannin sinn fyrir það að vera ekki í hernum. Hafa ekki skráð sig í herinn. Ég skil. Þannig að hluti af því að hann var svona mikill hluti af því að drepa Rasputin var að það var hans þá framlag til Rússlands. Já. Það sem hann fór ekki í herinn þá vildi hann samt vera í rauninni hetja fyrir Rússland. Já. Áhugavert. Já. En raunveruleikin var að öllum líkum ekki alveg svona dramatískur. Já, einmitt. Til dæmis þá heldur dóttir hans Rasputin, hún María, fram að pabbi hennar þoldi ekki sætabrauð og myndi aldrei nokkur tíman borða heilan disk af kökum. Ok. Einnig kemur eitur víst hvergi fram í krufningunni. Ok, en gefum okkur það að krufningafræði er Ég veit frekar... það, en ég vildi halda sinni að því að þetta er það umdeilt. Algjörlega, en þú veist, eins og segi,
krupningar voru ekki Nei, rosa sérstaklega góðar fyrir en seinna myndi ég halda. já. En samt skemmtilegt að segja með hana Maríu, dóttir Rasputin, að þá flúðun Já, þegar byltingin skall á og fór að vinna hjá sirkus sem ljónatemjari. ha það, Já, hvað það er fyndið. já, ég held að bara að skjóta sér rétt inn í. Þannig að hún var ekkert svo ólík pappa sínum. Viðbröðin við morðinu voru þó misjöfn. Mm. Elítan fagnaði þríeykinu fyrir morðið og var oft klappað fyrir þeim þegar þeir sáust á meðal almennings. Já, Nikulás á þó að hafa útskúfað þá og bannað þá frá hirðinni já, ok. sem þó á vissan hátt bjargaði þeim frá byltingunni sem Já. var handan við hornið. Einmitt. Almúginn, alltaf talað um the peasantry, syrðu hann Já, og litu svo á að morðið væri dæmi hvernig aðallinn væri að stjórna Nikulási, minni smá á frönsku byltinguna. já. Vá, ég vissi það ekki. Dauði Rasputin virtist ekki hafa mikil áhrif á keisarafjölskylduna og breyttist lítið í þeirra lífi í raun. En mögulega vildu þau bara halda uppi þeirri ímynd og ekki sína að það hafi haft áhrif á þau. Einmitt, ég hefði haldið að sérstaklega Sarínan væri, Já, en þetta var alltaf svona utan við. já, Segir maður? út á við, þarna koma. Þau höfðu þó ekki mikinn tíma þar sem aðeins nokkrum mánuðum seinna eða í mars árið 1917 segir Nikulás af sér og þar með var 300 ára valdatíð Rómanov fjölskyldunar búin. Í byltingunni varð Rasputin að merki spillingar innan hirðarinnar og morð hans túlkað sem tilraun aðalsins til þess að halda í völdin sín og það á kostnað verkalýðsins, Já, sem leit á hann sem merki alls þess sem var að keisaraveldinu. Þannig að, já, hann lifði ennþá. einmitt. Og náttúrulega hann reis aftur með hjálp Bartók. Mæli með að horfa Anastasíu myndina. Já. Mjög góð. En hérna bara eitt að lokum. Alexander Kerenski, leiðtogi bráðabirgðastjórnarinnar eftir byltinguna, sagði, without Rasputin, there would have been no Lenin. Já, það er magnað. Og þá er textinn minn búinn. Já. Ég ætla að enda á þessum orðum og þið meði taka með ykkur það sem þið viljið úr þessari setningu. Það er náttúrulega mjög áhugavert að margir lita á hann sem svona mikilvæg, því að náttúrulega Lenin var náttúrulega aðal ástæðan fyrir því að byltingin gekk svona vel. Já, og í rauninni það að Rasputin hafi verið kveikjan Já, einmitt. á vissan hátt. Já, það er dálítið magnað, sko. Ég hafði ekki hugmynd hvað hann væri mikilvægur á þessu sviði, sko. Nei, það kom mér líka á óvart. Já. Og líka, ég veit ekki af hverju en ég held alltaf að það hefði verið búið að reka hann frá hirðinni þegar hann var myrtur. Einmitt. En svo var bara alls ekki. Nei. Það er líka meika sens svona þegar maður hugsa út í að hann hafi verið ennþá út af því að af hverju myndir drepa einhvern sem hefur ekki lengur. Já, ég veit völd það bara yfir. að því að hann var samt bara það umdeltur og fólk fílaði hann ekki. Nei, Eða algjörlega, svona, sko. Þetta var, og líka myndir af honum, hann er rosa óþægilegur. Já, bara mjög svo, sko. Með þessu stóru augu og allt svona Það er sérstaklega augun, sko. dökkur, er svona mikið dökkt hár og sítt skegg og það er eitthvað og myndgæði náttúrulega ekki frábær. Maður getur sagt líka að hann sé með svona dökka brún einhvern veginn. Það er eins og svona þykkar augabrýr. Já. Alltaf einhvern veginn pínur svona alvarlegur og svona intense. Já, en samt með augun galopin. Hann er ekki með þau pýrið. Nei. Eins og fólk oft gerir þegar það er að reyna að vera alvarlegt. Já, nei, hann er alveg, sko, það er opinu og Já, mjög þykka brýr, sko. Mjög óþægilegt, hann er mjög óþægilegur. Þetta eru, sko... Kannski er þetta bara ennþá smá tráma síðan ég var hrædd við hann því ég var lítil. Ég skilði vel. Ég var reyndar hrædd við hann úr teiknumyndinni. Enda líka ein besta teiknumyndin. Ég horfi ennþá á hann á hverju einasta ári. Mæli með. En þetta eru svona augu sem maður sér í martröðum, sko.
skal segja það. Já, þetta er svona augu sem þú myndir sjá í myrkri. Einmitt, Eiginlega. já, hrikalegt sko. En já, eins og ég sagði í byrjun, ég veit að það er alveg margt annað Já, 100% sko. annað sem tengist æfinans, en ég held bara að það sé ein stór kanínhóla. Já, það eru því miður til of litlar heimildir fyrir mikið af þessu. Já, en það var alveg margt hérna sem kom mér á óvart. 100%. En þetta er mjög áhugaverður karakter. Það er svo sannarlega. Já. En já, ef þá ekki bara endi þetta í dag. Jú, bara Þannig að- takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur að vikuliðinni. Algjörlega, og þið með endilega fylgja okkur á samfélagsmiðlum Og hvar fylgja- sem þið eru að hlusta. Akkurat. Og segjum ekki nei við 5 stjörnum sko. Nei. Ég er að pæli. En já, bara takk enn og aftur og Við heyrumst. já, Bye. bæjó.